Ég heiti Magnús Már og starfa sem verkefnastjóri hjá öryggisdeild. Markmið deildarinnar er að tryggja öryggi sjúklinga, starfsmanna og gesta ásamt að sinna eignaverslu. Meðal minna verkefna er að sjá öryggiskerfi, þar á meðal myndavélakerfi og aðgangsstýrikerfi. Mitt stærsta verkefni í sumar hefur verið að setja upp aðgangsstýrikerfi á kvenna- og barnadeildir. Tilgangurinn með verkefninu er að læsa deildum og stýra umferð deildir. Starfsfólk notar auðkenniskort sitt til að ganga óhindrað deildir. Gestir hringja sig inn og er hleypt inn af starfsmönnum. Með þessu er spítalinn ekki eins opinn og erum að tryggja þá meira öryggi. Þetta er mjög þægilegt í notkun. Þarft ekki að muna nein númer, þú bara gengur með kortinu þínu og hefur aðgang að flestu rýmum. Það er aðeins hjúkrunarfræðingar sem hafa aðgang að lyfjaherbergjum. Þau fá sjálfvirkt heimildir inn á lyfjaherbergjum. Allir nýjir starfsmenn fá kort með grunnaðgangi og geta þannig gengið deildir. Með því fylgja aukin þægindi eins og til dæmis nýji starfsmannainngangurinn okkar á kvennadeild. Þar getur starfsfólk gengið allan sólarhringinn með kortinu sínu. Eina sem það er að muna er að taka kortið með sér heim. Þetta er hluti af umbótaverkefni hjá Landspítala og það hefur verið mikið kallað eftir þessu hjá starfsfólki. Næstu skref er að halda áfram með verkefnið og við erum að leggja áherslu á klínísku deildirnar. Og þetta kerfi er eitthvað sem þekkist víða í öðrum fyrirtækjum og stofnunum.